Komið margbless og sæl, kæri hlustendur og eða áhörundur og velkomin í Boltahausana, Traustið ég og hérna einhvers staðar birtist Kristján, gjörðu svo vel. Já, góðan og blessaðan daginn. Fagnarlætin alltaf aldrei að hætta, eða svo skaldið sagði að hérna, nei, ég man ekki sem hvað sagði. Svo óminnugur. Herðu, þessi þáttur er stútfullur af raun og veru, já, bara af alls konar. Alls konar, það er orðið. Já, alls konar er gott orð yfir alls konar og sko við ætlum að byrja á stærsta málinu. Það er sem sé, svo við punktum að niður hjá okkur FIFA-ruglið. Við ætlum að renna yfir það. Landsliðsþjálfarar, það er ýmislegt að koma í ljós þar eftir HM. Margir hættu eins og við vissum og það er svona eru komin alltaf stóru nöfn hana inn núna. Nú það eru þjálfarar bara nýskeið núna bara fyrir nokkrum mínútum síðan þá hætti meðal annars þjálfari í ensku úrvalsdeildinni. Svo slúður meistaradeild og fleira. Þannig að ég er búin að svona stikla stóru hvað ætlum að renna yfir í þessum þætti. En Kristján, þá bara byrjum við FIFA-ruglið. Hann sko Infantino er búinn að sko, ok, hvað, hann ætlar einkavæða parta FIFA, þú veist? Já, sko það sem þetta er náttúrulega bara það að hérna, hann stefnir að því að selja 20% hlut í raun og veru það sem að við kemur auglýsingum, sölu á miðum og fleira og það sem að hann setur þetta fram að þetta er raun og veru þannig að hérna, ef við bara förum bara aðeins yfir sko, hvað ég segja, þessi helstu punkti í þessu að þá er það alveg þannig að það er áhugaverðir hlutir í þessu sem að hann vil gera. Nú, hugmyndin snýst það hann að stofna nýtt viðskiptafélag sem heldur allan sölurétt, allar útsendingar, miðasölu á stórmótum FIFA eins og heimsmeistaramótinu eða HM félagsliða. Nú félagið metið á 2,8 milljarða íslenskra króna. Nú planið hjá Gianni Infantino er að selja rúmlega 20% hlut í þessu félagi til vogunarsjóða og einkafjárfesta. Þess að til vina og ættingja skulum bara orða þetta rétt. Já, ég ætla að ræða það aðeins seinna hverjir eru nefndi þar. Já. Nú, við erum að tala um það að við erum að tala um þegar hann ætlar að ná í þess tæpa 590 milljarða íslenskra króna eða 4,2 milljarða dala í beint reiðufé. Nú, hvers vegna? FIFA ætlar sér að nota, Infantino ætlar sér að nota þennan pening til að dæla þeim í öll 211 aðildarfélögin sín, þar sem að minni þjóðir, eins og til dæmis í Afríku eða Asíu, Ísland, getur fengið alltaf 2,8 milljarða króna hvert sitt í sinn vasa, í raun og veru. En svo er þetta bara þetta, sko, veist, hvað er það í þessu sem er hérna svona frábært? Það sem að mun gerast ef að þetta gengur eftir, það er að segja, þá munu allir þessir fjárfestar, þetta eru fjárfestar þeir vilja fá peningi sinn tilbaka margfalt. Það þýðir að þeir vilja selja alla miða á alla viðburði á sem hæstan pening. Þeir munu vilja fá sem mest út úr sínu á öllum sviðum sem að þýðir að íþróttin sem slík, hún er ekki númer 1. Áhorfandinn, það er að segja meðaláhorfandinn sem er í dag, manneskja sem er ekkert endilega hálaunaður, mun snar breytast. Og þetta verður til þess að heildarmynd knattspyrnunnar mun raun og veru breytast. Það sem að þetta hins vegar þýðir fyrir öll aðaldarfélagin er náttúrulega það að eins og fyrir minni félög þá er þessu upphæð sem að sambandið mun þá fá, þá er það upphæð sem að gildir ofta tíðum, getur sagt 5 til 10 ár í rekstrarfjármagni þess
og það náttúrulega gríðarlega mikið. Það ætlum að horfa bara til Íslands, þá getur þeir fara að setja upp fleiri knattspyrnuvelli, badvelli eða hvaðina sem vilja gera við þennan pening. Þú getur byggt Laugardalsvöll fyrir nýjasta mútuféð. Hugsanlega var þetta að bæta einhverju í það, sko. En hvað þýðir þetta líka? Þetta þýðir það að fjárfestarnir munu vilja fá sem mest út úr sínu sem að þeir geta fengið út úr þessu. Það að segja, þeir munu fara fram á fleiri leiki á sem styðstum tíma sem mun hafa áhrif á allar deildir. Já. Og erum við þá að tala um það mun aukast álagið enn einu sinni á leikmenn. Já, það bendir allt til þess. Við erum að tala um það að sko, það talað um að þeir vilja fá arðsemi upp á 8-12% ári að lágmarki. Og eina leiðin til þess að búti meiri peninga fótbolta að spila fleiri leiki, búti fleiri mót, stækka þau sem fyrir eru, tróða leikjum á tímum þar sem að leikmenn eiga verið fríi, skilurðu, auka álagið sem sagt. Nú, þetta þýðir líka bara það fyrir mér þegar ég skoði þetta þýðir að það geðþóttin í stað íþróttagildana. Þegar viðskiptamódel vogunarsjóðanna fara að stýra reglum, þá það þannig að ákvarðanir teknar út frá árundutölum á auglýsingatekjum frekar heldur en heilsu leikmanna eða gæðum knattspyrnunnar, skilurðu. Þetta eru áhrif af þættirnir. Erum við að fara að sjá bætingu í knattspyrnu í þróunarlöndum? Já, ég myndi alveg hugsa það. Ég myndi segja það ef að peningarnir eru nýttir á þann máta, það sé vera að byggja upp aðstöður. Já, og þú sér það ekki að hérna í þessum hvað segja, sumum löndum fá alltaf stóra upphæðir og þeir sem eru í stjórn þeim samböndum að hérna fátækustu ríkjunum heldur að það allur sá peningum mun renna í að kaupa sparkvelli eða. Já, en eins og ég segi, það að fara að gerast fyrir þannig pening? Getum við sagt að það mun verða þannig? Það engin garantering á því. Nú, það sem að þetta þýðir líka bara það, verður þetta íþrótt fyrir þá ríku eingöngu síðan, út frá þessu, það sem að þetta snýst eingöngu peningana. Áhorf heimi stofu skipta máli, þar að segja sjónvarpsáskriftir, þetta það sem að fjárfestarnir horfa á og vilja fá út úr, og þetta mun verða til þess að litlu stöðvarnar eins og til dæmis danska ríkissjónvarpið eða RÚV, þau eiga litla sem enga möguleika ná til sín ákveðnum sýningarréttum. Af því að það er ekki möguleika þegar munu samþykja eitthvað sem ekki á hæsta plani. Nú, þegar við ætlum að tala um bara verðlagningamiðum, bara þetta íþróttamót sem styrtar enga fjárfestum, þá það sem þeir kalla dynamic pricing, það að segja hreyfilegt verðlag eins og til dæmis ef að þeir sjá fram á að það sé komin smá fyrirspurn, þá hækkar verðið. Og það það sem að þetta snýst fyrir þá. Þetta verður líka til þess að mót verða flutt og keppni verða flutt á staði sem að við erum ekki endilega vön að sjá keppnir. Þetta með verða til þess að það verður mikið fleiri keppnir í Sádi-Arabíu að það til nóg af peningum. Klárlega í Bandaríkjunum, bara það sem olíuríkjunum, við getum bara sagt það bara hreint út. Þar verða mikið af þessum keppnum og af því að þau geta borga mest. Nú, þegar ég skoða þetta allt saman, þá finnst mér þetta snúast hvað ég segja, þessi litlu skref sem við sáum núna á HM. Það að segja, það voru kominar vatnspásur, það sem voru ekki nauðsynlega að vera vatnspásur. Það voru jú einhverju leiki þess að það var verulega heitt og þurftum að vera með vatnspásur, en þetta var einhver með einasta leik og þetta var nýtt sem auglýsingar gluggi. Fá meiri tekjur. Og þetta það sem að líka núna og við erum að sjá þetta gerast ítrekkað í íþróttum að það verið að taka yfir íþróttaviðburðin með auglýsingum. Já, ég bara þekkti í ameríska boltanum að
leikmenn eru klárir að býða vellinum að því að það er auglýsingar en það er gangi. Já. En mér langar að koma með eina spurningu, veist, þú bara að taka alla þessa tala um allt þetta. Já. Gæti verið, nú er ég bara að skjóta. Já. Gæti verið, nú er UEFA bara búin að koma með harð orðal yfirlýsingu á FIFA og Infantino. Já. Gæti þetta orðið til þess, það gæti orðið einhvers konar klofningur og raun og veru að segjum til dæmis lönd eins og bara til dæmis Ísland. Já. Við erum náttúrulega í meistaradeild og annað að við erum bara með raun og veru 2 sambönd, skilurðu, það eru bara sér leikmenn í landsliðsverkefnum og aðrir sem að væri í félagsliðunum. Bara, veist. Ég get ekki séð það að það myndi ganga að vera með það sem er bara landslið og síðan félagslið í algjörlega í sundurliðu dæmi. Það er ekki hægt, það verður að vera saman á milli. Því að þegar öll er á botninn hvolft að ekki samkvæmt Infantino þá Nei, en samkvæmt þessu það sem þeir eru að fara að gera. Ég meina það er strax komið hugmynd til að þau verðum að háum að 2 ára fresti til dæmis. Það er það sem þeir vilja fá út úr þessu. Og hvað þýðir það? Það eins og við vorum að tala miklu meira álag. En það er líka þannig að ef ætlum að vera með háum að 2 ára fresti þá þarf félagsliðin að fara aðlagast því. Er við þá ekki bara að taka gildi deildana í hverju landi fyrir sig og minnka þau verulega? Og ég hræddur að það verður það málið. UEFA er algjörlega brjálaður þetta og er engan tilbúin að samþykkja þetta og þetta er þvert á í raun og veru regluverk FIFA, þar sem að FIFA er og FIFA stendur fyrir að vera non-profit. Já. Skilurðu? Og það er það sem þetta er. Það er kannski vekur náttúrulega ekki athygli líka og bara stór athygli. Það eru peningarnir sem Infantino er búin að lofa löndunum, bara ef þeir samþykja þetta og þetta verður samþykkt, hvað fara ekki til dæmis KSÍ 5 milljarða minnum mig, eitthvað svo leiðis? Jú. Bara í eingreiðslu? Já. En ef þeir segja nei, þá fá þeir ekki neitt og þessi peningar sem búið að lofa þeim, þeir kom ekki heldur. Þetta er náttúrulega mútur á hægsta leveli. Þetta er það sem er svo athyglisvert við þetta og þetta er bara mútur bara sem bara eru fyrir ofan, bara yfirborð bara. Það er nákvæmlega málu, þetta er augljóst og þetta er reyndar þekkt aðferð að nota þetta til þess að ná þínu fram og þetta er bara ákveðin gulrót sem er kastað fyrir fram að þú ert að hlaupa blindur á gulrótinni, skilurðu. Nú, ef ég ætla bara aðeins rétt að fá að hlaupa inn í þeir sem eru nefndir sem fjárfestar og þetta er það sem að virðist vera málið. Við vitum alveg hvernig það er búið að vera varðandi Gianni Infantino og tengst hans við Bandaríkin og hvernig það er búið að vera undanfarin misseri. Við Trump. Joshua Kushner er helst nefndur sem fjárfestir sem að tekur þessi 20% verður allan að hluta því. Nú, hver er hann? Joshua Kushner, hann er þekktur, bandarískur, tækni og einkafjárfestir. Hann er stofnandi Thrive Capital. Hann er bróðir Jared Kushner, tengdasonur Donald Trumps. Akkurat. Já. Það sem að þeir ætla sér að gera er að ná sem mestum hluta af þessum 20%. Hinir sem eru nefndir er JP Morgan fjárfestabanki og svo er það Greg Maffei sem er forstjóri Liberty Media og það er hann sem að keypti og breytti Formúla 1 eins og þú ætti kannski að vita. Nú, við erum að tala um það, ef að þetta gengur eftir þá munum við sjá 100% sjá þess að algjörlega breytt umhverfi í kringum knattspyrnuna og það mun hafa áhrif okkur einustu deild í heiminum. Nú þetta er ekki fyrsta sinn sem að Infantino reynir þetta. Því árið 2018 reyndi hann að selja réttindi og stofna nýtt mót með
25 miljardar dala fjármögnun frá japanska risanum SoftBank og fjárfestingarsjóði Sádi Arabíu, PIF. Nú, sú tilraun fjallum sjálfsig vegna mótspurningu frá Evrópu. Þannig að hann komin aftur á stað í þetta og vissulega að ögra Evrópu 100% og við erum að tala það, Trausti, að nú svo komið að nú kemur bara í ljós á hvaða stað Evrópusambandið, á hvaða stað eru samböndin sem slík. Nú, tékkneska sambandið, ef ég maður rétt, þá sögðu þau bara strax, já, við skulum gera þetta. Þannig að það verða samband sem að segja já, því að þau munu verða svo blindur donkey, asni, að eltast þau gulurutana, beint fyrir fram að sig. En getur það líka þýtt, meina nú UEFA, nú þeirra bara eins og sagðir, alfarin að móti þessu, gæti það eiginlega splittast upp að Evrópa bara tætti ekki þátt í næsta HM? Mögulega. Það alveg ein myndi sem gæti hugsanlega gerst, ég vona svo sannarlega það verði ekki, en það alveg hugsanlegt að þetta verði, því að þetta það stórt og mikið og þetta það háar raddir að Infantino ætla sér að koma sér gegn. Já. Hann vil leggja allt undir og hann leggur á veði sinni stöðu sem forseti Nei, það kallar mér, hann verður forstjóri þessa sambands sem stofnaði kringum þetta. Já, það var algjörlega átt af því, sko. Hann raunum ekki að leggja neitt að veði, hann ætla að bjóða sér fram, ekki bara núna sem formaður FIFA á næsta ári, heldur líka verður hann forstjóri þessa eignarhlutafélags. Já. Og pluss það, hann ef þetta gengur í gegn, þá græður hann alveg fullt af peningum. Líka, sko. Já, ég ætla bara að kanna það. Já, ég held að það komið fram í fréttum að hann muni græða dálítið slatta mikið af peningum ef þetta rennir í gegn að þá bara ekki nóg með það að hann hugsaður, hann ætlar að vera moldefnaður á sambandi sem hann fær ágætlega að borga fyrir að starfa hjá. Þetta eins og þú sagði, þetta FIFA-ruglið og þetta ljóta ruglið. Nú bara spyr ég svo á móti, hvað hægt að gera? Geturðu svarað því? Það sem hægt að gera náttúrulega bara fyrst og fremst að koma því áleiðis að þetta ekki fyrir hag knattspyrnunnar, þetta ekki fyrir hag leikmanna. Það alveg vitað, en honum greinilega alveg sama, hann hlustar ekki á það, það búið að sanna það. En það, sem sagt, það alveg þannig, Trausti, að það eru sambönd sem munu berjast á móti þessu. Og það alveg þannig að það eru sambönd sem munu berjast með kjafti og klóm fyrir þessu vegna þess að þau vilja fá peningin. Þannig ég held að þetta verður mjög erfitt, en ég held að nú verðum við bara að horfa til þess að Evrópu heild sinni hefur mikið vald þegar kemur að knattspyrnu. Ég hef trúað því að Suður Ameríka munu líka vera á móti þessu. Þannig að ég vona það saman sinna sterkt til þess að stoppa þetta, að þá á eftir að koma í ljós. Já, þetta allt saman í það allt í hálofti núna og ekki núna 1, 2, 3 fyrir FIFA til þeirra að losa sig við Infantino strax. Sem muni ekki gera strax ef FIFA ætlar að lifa þetta af almennilega. Já. Sem ég hræddur að Infantino náttúrulega búin að reyna að sækja sér stöðning frá mörgum samböndum til þess að kjósa sig áfram að því hann lofa peningum og þetta hafa bara bannað að lofa einhverja peninga, þetta eru mútur. Þetta eru mútugreiðslur, bara opinberar mútugreiðslur. Já. En ég meina sér KSÍ, þeir getur byggt upp Laugardalsvöll, sko. Já. Þannig við getum hort á gulrót þar, við bara ok, þá komum nýjum Laugardalsvöll, ok, fljótu með. Já. Já, og það heila málið, eins og ég segi, kannski mun KSÍ segja já þessu. Man veit það ekki, hann náttúrulega, formaðurinn núna á einhverju fundi á vegum UEFA. Já.
og hvað kemur úr þeim fundi, náttúrulega vitum við ekki, en það virði náttúrulega fjölmiðlar hér á landi munu náttúrulega fylgja því eftir, en hvaðan gefur mikið upp. En ef við vitum það að Laugardalsvöllur eru að fara að rísa bara á næstu mánuðum, þá vitum við hvað hann samþykti. Sko, það sem að við sko líka bara horfum til þess, bara svo séum alveg hreina með þetta. Infantino, ef þetta gengur eftir, þá menn hann tífalda laun sín. Hann menn fara úr $6 milljónum yfir $60 milljónum á ári, þar að segja 8,3 milljarða. Þetta verður launin hans eftir. Já. Góðan daginn. Já. Þannig að þetta er rosalega hagsmunir fyrir hann. Já. Þetta eru persónir, hagsmunir, ekki fyrir hagfótboltans. Nei. Og vill knattspyrnuheimurinn, ég ætla bara að skjóta svo fast, vill knattspyrnuheimurinn hafa svona mann í sæti sem bara æðsta mann FIFA. Þetta er mjög góð og gerð spurning og hérna nú kemur bara ljós úr hverju við erum gerðir þegar kemur að þessu, því að heillindi fótboltans er það sem skiptir máli, ekki fjárfesta. Nei, bara ég sammála því, við erum allan að sammála því, en við erum bara okkar eigin skoðun, sko. Við erum ekkert skoðun en einhver annara, þú skulum bara hafa það alveg á hreinu. Já. Það getur, mér finnst ekkert ólíklegt að séu einhverjum út og séu hlusta eða horfa að hérna, þetta finnst bara ljóta bullið ykkur og við séum með samsæriskenninga gegn þessu. Þetta er bara okkar skoðanir. Já, nákvæmlega. Og við erum með mikrofónun og við ráðum. Það er bara þannig. Og það er ekkert að þeir verðum okkar skoðan heldur. Nei, það er nefnilega málið, það er ekkert að því. En við munum sjálfsögur fylgja þessu svona eftir þegar að framlíða stundir og þegar maður veit hvað eitthvað gerist, svo náttúrulega bara hvernig þróunin verður á sem við náttúrulega, það veit enginn ennþá. Nei. Nema kannski Infantino. Hugsa þér, það kom viðtal við einhvern, sko, hann er mjög ofarlega í stjórn FIFA. Einhver, man ekki hvað hann heitir að Þjóðverji. Heyrðu, hann fréttir þetta í fjölmiðlum, hann vissi ekki af þessu. Já. Ha? Það er að þegar Infantino er að vinna fyrir sjálfan sig. Akkurat. Nákvæmlega, Trausti. Svona er þetta. Þetta er skeitin heimar sem við lifum í. Það er algjörlega þannig. Já. Heyrðu, vindum okkur kvæði í kross og hérna segjum skilið aðeins við FIFA-ruglið, við urðum að renna yfir þetta að sjálfsögðu. Heyrðu, hérna færum ykkur hinga til hans og við eigum lið sem hefur verið að spila í hérna meistaradeild og Conference League og alltaf það pakki en Kristján, þú ert með þessi mál alveg á þínum, þú ert með það tæru, sko. Já. Hapoel Beersheva var að spila við Víkinga. Nú sá leikur endaði 2-0 fyrir Hapoel sem var því miður þegar Víkingar unnu fyrirleikin 1-0. Þetta var smá brekka en þeir voru ógeðslega nálægt þessu og bara ég ætla samt sem ára að segja það, Víkingar bara stóðu svo vel. En þetta þeir duttu út meistaradeildinni og falla niður í Evrópudeild. Það er náttúrulega Víkingarnir, það hérna voru umdeild brot á tveimur mönnum hjá Víking sem að hérna þurfti að fara út af vegna meiðsla og hérna þannig að menn hafa svona menn hafa verið svona smá spurningamerki við því. Það er alveg ótt að setja stór spurningamerki við það, þannig er það bara. Já, en þessu verður ekki breytt þessu en hérna Víkingarnir, það hefur verið virkilega gaman að sjá það. Já, en þetta er ekki búið hjá þeim eins og segið, þeir komnir bara í Evrópudeildina og hérna geta staðið sér frábælega þar. Þannig er það. Já. Nú, þegar við ætlum að fara í Conference League, þá er það sem sagt Ívic frá Finnlandi sem tekur á móti Stjörnunni. Stjarnan vann fyrirleikin 1-0 og seinni leikurinn er að fara fram í kvöld og við vonum bara að Stjarnan geri sitt til þess að komast áfram. Nú, Srininski Mostar, þeir eru að fara að taka á móti Val. Nú Valur vann fyrirleikin 1-0 á heimavelli, þannig að þetta er leikur sem að er bara allur í járnum eins og Stjörnuleikurinn og samanskapið þar, við vonum að Valur klára þetta. Já. Nú Vestri sem sagt er að fara til Lettlands að spila móti RFS. Fyrirleikurinn tapast 1-4.
Já. og seinni leikurinn í dag og það verður áhugavert að sjá hvernig það verður, en við vitum það að það Hann er fyrir vestan allavega. Nei, Ha- er Jú, ekki vestan? hann er fyrir vestan. Nú er það, ok, Já. ég held að við hefði ekki samþýtt völlin, ok, Nei, ok, allavega vestur er skráð á heimavelli allavega. já, þetta er Ísland allavega, Já, það getur vel verið að það getur verið. já, Heyrðu, við stöðum bara að tala um Íslendingana og Íslendingana, þá ber ykkur ekki smá skylda til að það er rétt að Freytánu Frey Alexander sinni já, klárlega, sem að tók við Rosenborg, núna ekki verið löngu já, og hann er bara að gera þessa fínu hluti hjá Rosenborg. Hann er búinn að vinna hvað 3 fyrstu leikina. já, 3-0, 4-0, Hann ertu þarna? Hann ertu, já, hann er búinn að vinna 3 fyrstu leikina. Hann er búinn að vinna þá 3-0 og 4-0, já. Þannig að þetta er, já, þetta lofa mjög góði hjá honum hérna hjá Rosenborg og bara frábært og menn tala um það að þessi byrjun hans sé bara hreint og sagt stórkostlega, hann er búinn að lyfta öllum í Rosenborg á þann stað þeir eru farnir að hafa trú aftur sem að var algjörlega horfin já, hjá Já. þeim klúbb. já, bara algjörlega. Já. Þannig að, En næsti leikur er áhugaveri hjá honum. nú, Þeir farið til Brann. Gamla liða. það er náttúrulega Ef þeir vinna þann leik, þá hafa verið sætaskipt í deildinni. spáðu Brann. í Þá fara þeir upp því, fyrir vá, hvenær er svo leikur? Ég er Er ekki það með síma minn, ég sagði til Sunnudaginn símanum. að mánudaginn, ég maður það ekki. Já, ég sagði til símanum minnum ég ekki með hann. Já. En ok, nei, þetta, já, hugsaðir þeir sem let hann fara, þetta er svo sætt fyrir Freyja að ef við myndi vinna það. Það var náttúrulega verulega umdeilt. Það er alveg þannig. Já, ég meina, stuðningsfólk Brann voru mjög ósáttu við hann skildi verið að láta hann fara, sko. Já, ég ætla bara að vera sammálaðið. Það var Já. stórfurðulegt. En hann En er á hann- góðum stað núna. Já, ég stalst það með orðinu, hann er að góðast hann núna og hérna mun bara, er að rúlla því, ekki mun, bara hann er að rúlla því, sko. Já. Það er bara þannig. Heyrðu, það hafa, og fyrir við yfir í landsliðsþjálfarana, svona nett. Já. Það er búið að vera smá landsliðsþjálfara breytingar eftir HM, Já. sko, sko Klopp, hann tekið við þýska landsliðinu og sagði bara í blaðavittunum, ég er bara hér fyrir þig og ég er að vinna bara fyrir þig, ég er ekkert að þessu fyrir mig og þið láti fjölskyldur mín ekki í friði, talaði bara við fjölmiðlamenn, Já. ég láti ekki fjölskyldur mín í friði, þá er ég bara hættur, Akkurat. þá er ég bara farin. Já. Það er ekki engin annar sem getur gert þetta nema hann. Það er bara þannig. Ha. Það er bara þannig. Heyrðu, Zinedine Zidane, hann tók við eins og blaðamannafundið, hann tók við draumastarfinni sínu, eins og hann sagði það, hann er sett orðin landsliðsþjálfari Frakka og þetta er risa ráðning líka. Algjörlega. Ég meina, Við vitum Didier Deschamps Zidane- var í 14 ár með landsliðið. Didier Deschamps var í 14 ár Já, með franska landsliðið. spáði í þegar hann var 14 ár, sko. Já. Zidane sagðist í blaðavittunum búin að neita fullt af tilboðum og taka við hinnum á þessum leiðum. Já. Þetta er bara starfi sem hann búin að bíða eftir og þetta var eina starfi sem hann vildi. Já. Og Zidane er náttúrulega, hann er búin að vinna allt sem hægt er að vinna. Fái sem var, ég er með mann rétt að hann sama tíma, hann var heimsmeistari, hann var Já. Evrópumeistari og var með Ballon d'Or. Já. Það var sama tíma. Akkurat. Og svo náttúrulega er búin að vinna, held ég bara allt sem hægt er að vinna sem þjálfari. Já. Þannig að þessi ferill er ekki ónýtur. Nei. Og bara alls ekki. Þannig að Frakkanir, maður veit ekki hvernig HM verður næst. Maður bara veit ekki hvernig það verður. Nei.
hvort það verður kannski bara svona ekki HM, það verður hérna hjá Evrópu, UEFA, það verður bara eitthvað skona landsliðsverkefni þar. Já. Ris og stort, hérna, Evrópumót. Já, þetta verður allan áhugavert. Ég meina, hann sterkur karakter, en ég ákvað nú, hérna, það sem ég vissi við ætlum að ræða þetta, það ákvaði bara að kíkja bara, hérna, topp 10 landsliðin hjá FIFA-listanum, hver staðan verður í þjálfaramálum, og ef ég ætla að hlaupa bara að síðu það, þá náttúrulega Spánur að verða áfram með sinn mann, Luis de la Fuente. Já. Það ennþá tala að hérna, Scaloni verði áfram með Argentínu, en það hugsað að hann muni hætta, hugsanlegt. Nú, Zidane, eins og þú sagðir, tók við Frökkum, Tuchel verði áfram með England. Ancelotti, það tala að verði áfram, en menn ekkert endilega vissir, þetta Brasilia, það getur ýmislegt gerst. Þetta var svo lélegt til Brasilíu, sko, bara sorry, þetta var ógeðslega lélegt til Brasilíu, bara. Já. Sorry. Nú, Marokkamenn ætla að vera áfram með sinn mann, en Portugalar, náttúrulega Roberto Martínez sagði af sér eftir mótið, og Jorge Jesus búinn að koma inn í staði fyrir hann. Blessa það. Það búið að blessa það. Og Dominic Tedesco, þjálfari belga, hættur, og Mark van Bommel tók við hjá þeim. Nú, hjá Hollendingum, þá var það Ronald Koeman sem sagði af sér, en það ekki búið að klára það þar, en það að tala að Slott sé hæstur, efstur á lista þar. Nú, svo Mexiko, Javier Aguirre, hann hætti, og það ekki búið að klára þjálfaramálin þar. Nei. Þetta áhugavert, og það komin núna, það komin risanöfn. Við vitum það að Ítaljarnir, þeir voru rosalega að reyna að fá Pep Guardiola. Já. Þeir alveg, sko, þeir buðu honum, sko, ekki bara gull og græna skóga, sko, þetta bara, sko, gull og heilu landsvæðin, sko. Algjörlega. En endanum sagði Guardiola nei. Já. Hugsaði hann hefur komið inn í þetta nöfni sem voru komin inn sem þjálfar, það veist það Pep, Zidane og Klopp. Algjörlega. Eiginlega bara stæðstu nöfni í þjálfara heiminum, sko. En Ítalir náttúrulega réðu Mancini. Já, þeir réðu Mancini, og það búið að vera bara háaða læti í ítalska knattspyrnusambandinu. Já, það það alveg, sko. Og við vitum alveg með Ítali, þetta verður verið bara risa knattspyrnu þjóð. Já. Sem að dala, augljóslega. Já. Og þeir ætla sér að fara þarna upp aftur, og þeir þurfa að gera það bara með því að vera opaslega fasti fyrir og ákveðnir í öllu sínum aðgerðum. Þessana sem voru ítöða að fá Pep, sko, var tilbúin að borga allt fyrir það. Já, og ætla að bara fá krupla svolítið í heilunum á. Og nýta hans visku og kunnáttu gagnvart öllum sviðum þegar kemur þessu. Já. En hann sagði bara nei á endanum. Nei, hann sagði nei. Ég veit það, þannig að auðvitað vitum Ítalía á að vera þarna. Já. Við vitum það. Algjörlega. En þeir að reyna að rífa sig í gang, en það þýðir ekki að vera einhverstaðar til horni að rífast. En það bara þannig því miður. Það þannig í gangi í staðinir í dag á Ítalíu. Nákvæmlega. Þeir eru allir í einhverju horni að rífast. Já. Og meðan liggur bara fótbolti svona hljóður og gerist ekki neitt. Já, lítið að gerast. Já. Heyrðu, þetta voru svona helsta yfir landslýðsþjálfarum. Færum okkur yfir núna, förum yfir í enska boltann. Já. Það ekki? Jú. Mér langar að byrja eins á pínu, þetta svona ekkert einhverjar, ég var að tala mitt lið, Liverpool. Ég ætla bara að byrja þar. En ég þarf að resta mig, ég pirraður, ég var að sko, í starfi hjá Liverpool maður sem heitir Richard Hughes, og hann hefur sér búin að ráða sig til Al-Hilal. Já. Byrjar þar bara þegar þessi leikmannagluggi lokar. Akkurat. Hjá Liverpool ekki mikið að frétta í leikmannamálum. En býtu, hann byrjar að starfa fyrir þá. Hann búin að vera í hjálpa þeim. Já,
hann er bara búinn að vera að hjálpa Al-Hilal. Hann er meðan sko, hann var innan borðs þegar að Hilal landaði Summerville Já, til dæmis. akkurat. Það er sagt að hann sé reyna að pressa á það, að reyna að fá Luis Díaz frá Bayern yfir. Já, nákvæmlega. Og meðan er ekkert að frétta Liverpool, það er bara að tala endalaust einn leikmann sem á að koma og Barcola. Já. En það sé alltaf sagt að það er bara verið að ræða málin og meðan er hellingu stöðu sem það er að fylla upp í, bara teljum bara smá, bara ég ætla ekki langt aftur, Ok, menn stöðu sem á eftir að fylla í eftir að leikmennin eru farnir. Ok, við erum átt að tala um hérna Kanóti sem fórverðinni, já. Robertson, Fyrsti bak, Trent Alexander-Arnold, hæri bak. já, Luis Díaz, Vinstri kantur, Sala, hæri kantur. tökum bara þessar 5. Já. Þetta er Og stöðu sem ekki gleyma heldur að Van Dijk er á hérna síðustu já, metrunum, skilur Van Dijk er að, samning. veist, það eru raun og veru Það er varna línan. á næsta ári, sko, veist, með öllum unglingum og öllu, eru 11 leikmenn hjá Liverpool sem eru að renna þetta samning eftir þetta næsta tímabil. Þetta er mjög sérstakt þegar maður Inn í horfir á því þetta svona- er Van Dijk og Becker. Já, sko, þegar maður horfir á þetta með þessari fjarlæg sem við erum hérna, sko, þá hljómar þetta eins og þetta sé óbúslega amatörist. Þetta er eins og ágamennskan er svakaleg Já, og það er svona fnikur að því. En við vitum það alveg hvernig það er búið að vera hvað sögur Liverpool, að þeir vinna alltaf sem þöglausum gröfin og svo kemur sprengjan, skiluru. En hérna, jú, þeir eru með stórkostlega efnilega leikmenn og allt það, en það þarf að gera eitthvað, það þarf að fylla í skörð og það er alveg þannig. bara þessar 5 sem ég taldi upp. Bara þetta er stórfurðulegt að það sé ekki komið lengra heldur en þetta í þeirri vinnu. Já. Og það er svona, bara ég velti fyrir mér, hvernig getur maður sem er búinn að ráða sig annað, verið að sinna samastarf og hann er byrjað að potast og atast út í því, hvernig getur hann verið að vinna það heillundum fyrir þann klúbb sem hann er hjá í dag og það er ekkert að frétta. Nei, Það er meira Ekki að frétta hjá hinu félaginu sem er að ganga til, Miklu heldur meira. félaginu sem hann er að starfa fyrir í dag. já, Þetta þykir mér skjóta svo skökk við og þetta er verið sko hrópandi andstæða þess sem að ætti að vera að gerast. þess vegna vildi ég tala um þetta því mér fannst þetta svo vitlaust. Og best af öllu, Liverpool, stjórn Liverpool, þeir leyfi þessu bara að rúlla. Það er náttúrulega bara hérna, Akkur takar ekki gæjan og þó það nú væri ef þú sett að fara að starfa fyrir annað félag, af hverju átt þú að geta verið í þínu félagi í dag, skilurðu, að heillundum? Þetta er eins og ég sé trukkabílstjóri, ég er búin að ráða mig í öðru verktökum, ég er alltaf að vinna fyrir þá, en ég er aldrei hinn í vinnunni. Já, það er bara þannig. Ég fer aldrei upp í trailerinu og einu sem er að borga með launin. Já, þetta er nákvæmlega þannig. En þannig alltaf snýr þetta fyrir mér. Já. Þannig að sko að hérna, ég held bara að Liverpool sé ekkert alltaf góðum málum. Þeir eru búin að fá Iriola henni yfir, það var bæði vei, það var Hughes sem réðan þangað, Hughes sem réðan til Bournemouth á sínu tíma. Akkurat. Og nú er hann að hverfa og hérna, og þetta skilur eftir sig bara ógeðslega margar spurningar. Já, ég myndi segja fleiri spurningar heldur en svör. Já, og á Iriola bara að vinna bara með þetta, bara gjör svo vel. Bara með þessu unglinga. Já. En hann er ekki búin að taka 2 leiki og vinna þá, þannig að hann er að standa sig. Já, hann er búin að vinna 2. Ég sá nú dálítið vel úr hennar Wrexham-leiknum sem var í gær. Já. Mér hafði strönnur Wrexham, en þeir voru bara óhefnir. Já. Þeir áttu þeir hefðu alveg getað leikandi skorað all nokkur mörkana, sko. Já. Það vantaði bara svona aðeins upp á slútin hjá þeim, að sá það, sko. Þetta er ekki úrstættalið, en sama. Já. Þeir voru alveg komið sér í færin og markið sem að N'Gomóa skoraði, hann var, sko,
Skaut í varnamann og þaðan fór hann upp í lofti og datt niður í markið. Yfir markvörðin og í markið. Já. Þetta var eina mark Liverpool. En það telur, Trausti, það telur. Já. Tilviljun kennt, en tilviljun þegar telja líka. Já. Þetta var ótrúlegt. En já, það má setja margar spenningar og ég veit ekki hvað ég að gera. Við förum náttúrulega bráðum í því að fara að koma með okkar spár fyrir ensku úrvalsdeildina. Akkurat. Og það svo mörg horn að líta. Félagsskiptaglugginn er ekki búið að loka og já, við erum meila bara pínulausa lofti með þetta allt saman, eins og bara held ég eins og að gerast. Heyrðu, fyrst erum mennska boltunum, þá það bara slúðrið það, sé það ekki? Jú. Fyrst samt nokkuð sem staðfest og kannski staðsta fréttin í þeim málum öllu saman. Staðfest Eddie Howe hættur hjá Newcastle. Já. Hann hættir sjálfur. Hugsaði tímasetningu. Rétt fyrir móti raun og veru, tekur hann þess ákvörðun. Já. Og þetta segir mér bara það að hlutinir hjá Newcastle hafa verið á þann máta að þeir hafa verið að segja við erum að fara að ná í menn, Þeir eru búin að vera að selja máttarstólpana og þeir eru að fara að selja Gohameris til Arsenal. Veist, ég held að Eddie Howe sér hvað er að verða það sem hann byggði upp. Hann er farinn og það er vegna þess að hann sér það að klúbburinn að fara hrynja. Já, sko. Og ég ætla að koma eina svona fyrirgjöf. Já, ekki mál. Eina spá. Já. Eddie Howe mun taka við Everton á þessu tímabili. Wow! Búm! Það er alveg þannig. 100%. Gjörðu svo vel. Wow. David Moyes verður rekinn einhverju tímapunkti, Eddie Howe mun taka við. Sko, Moyesarinn samt er Everton, sko. Nei, Eddie Howe er Everton. Hann er Everton maður. Já. Og gleyma því. Já. Gjörðu svo vel. Heyrðu, þetta var bara óvænt tíðindi sem bara bárust. Hann verður hættur sem stjóri Newcastle. Hann náttúrulega síðustu leikur í sko tapaði 4-1 fyrir Bristol í æfingaleik á miðvikudag. Já. Og hann var í 5 ár við stjórnartömmunni hann náttúrulega eins og þú sagðir að búið að taka burðastólpan úr þessu liði. Hann náttúrulega byrjaði hann missi náttúrulega Ísak og fyrir síðustu tímabil í fyrra. Og svo náttúrulega er bara búið að taka úr liðinu stólpana og það er ekki eins og búin að setja upp steypu mót undir stólpana, sko. Nei. En það er samt enski feðmir að segja að allt stefnir til þess að hann heitir Mattias Jessler. Já. Þetta er einhver þjóðveri. Hann stýrði Red Bull Salzburg frá 2021 til 2023 áður en hann fór til Sádi-Arabíu og var við stjórnvölinu hjá Al-Ahil. Akkurat. Hann vann austurísku deildina 2 ári röð og hefur unnið meistardeild Asíu 2 ári röð með Al-Ahil. Og það er talað að þessi maður muni taka við stjórn Newcastle. Við vitum náttúrulega alveg að Newcastle er í meirihluta eign. Já, er það ekki bara alfarið eign? Alfarið. Eign frá þessum sem eru frá Saudi? Jú, akkurat. Það er alveg þannig. Það er allavega nokkuð ljóst að ef þeir sé að fá þennan mann inn, þá er þetta fínn þjálfari. En er hann það góður, hann er að fara að taka niðurbrotið lið Newcastle og lyfta þeim aftur upp? Ég sé það ekki gerast. Nei, mér finnst það erfitt. Mér finnst það ákaflega skrítið. En að Eddie Howe hafi hinnlega bara gefist upp að farið. Ok, síðast ár var þetta rosa erfitt fyrir hann og ég veit það ekki, setja fyrirskrá hér, þú bara gefst upp og hættir, en mér er kannski líka bara var að búin að gefa út viðvaranir til stjórnarinnar og svo bara tekur einhverstað tappin úr, sko. Það er mikið meira búið að gerast á bak við tjöldin heldur en við vitum af, það er alveg þannig, það er nokkuð ljóst en jú. Þetta er skrítin tímasetning og allt það og hún hljómar svolítið svona, þetta er ófaglegt að báðum aðeilum myndi ég segja. Já. En Newcastle skapaði þetta. Já, það verið stjórnin þar.
Newcastle skapa þetta. Hörðu, svo náttúrulega er að Di Serbi, stjóri þinn hjá Tottenham, mér finnst það nokkuð gott, sko, hann sagði bara að óánægir leikmenn, hann er bara búin að segja þeir bara mig yfirgefa félagið. Akkurat. Óánægður og allir ekki að vera með hausinn í verkefni sem er að fara í, allir saman, dyrnar eru þarna. Akkurat. Og Þetta er ekki flókið. Þetta er ekki flókið. Nú náttúrulega Lucas Bergvall hefur átt óljósa framtíð hérna. Nottingham Forest bauð 38 milljónir pund í hann og því var hafnað en talið að tilboð upp á 45 milljónir punda muni berast kannski og það muni rýmka til. Sko, Lucas Bergvall er gríðalegt efni. Þetta er ungur, mjög efnudrengur, en ef það maður sko tala þess að tölusugum nefnir hérna, þetta er fáranlega lágt í ljósi þess hvað er verið að bjóða í dag og þess að skilja það vel að Tottenham segir nei, ég vil halda honum, hann getur alveg unnið sinni í liðið, hann er það góður, hann er ungur og hann þarf bara átt að sjá því að það er ekkert þetta garantera honum sæti í liðinu, hann þarf að vinna fyrir því. En ef hann fyrir til Nottingham Forest, þá er það bara þannig að gangir vel, skilur en Nottingham Forest þarf að bjóða herra, mikið herra. Já. En eins og Di Serbi náttúrulega búið að segja óunni leikmenn, þeir eru ekkit velkomnir hérna. Það er bara þannig, ekki vera fyrir. Nei, mér finnst það flott yfirlýsing hjá honum og sko, Tottenham eru búin að veiga eitt besta glugga sko, af liðunum hérna á Englandi. Algjörlega, og eru ekki búnir. Kallið minn, þeir eru ekki búnir, það er málið sko. Heyrðu, svo komu nú upp í seinustu dögum, komu bara allt í einu bara það komu umræður við Vinicius Junior og allt í einu var bara hávær raddur það Vinicius Junior ætlaði bara að fara til Arsenal og Arsenal ætlaði bara að kaupa Vinicius Junior frá Real og það þeim vill ekki framlengja en sko mögulega, og mér finnst ekki óreiklegt að þetta sé bara einhver flétta hjá Vinicius Junior og hans hópi bara reyna aðeins að þvinga því að hann náttúrulega er að fara fram á einhvern rosaleg laun Real Madrid ekki tilbúin að samþekkja það en mér skilst hana samkvæmt nýjustu fréttum að það sé að verða einhver millilending þar. Já, þetta er hann er aldrei að koma til England. Þetta er bara augljóst, hann er aldrei að fara til England. Nei. Hann veit ekki þola rigninguna sem er þar. Hann er lítil prinsessa sem kann að væla og hann kann að spila og allt í kringu sig hvað því. Þetta er frábær fótboltamaður, en ég nenni ekki svona tuka í ensku deildina. Nei. Ég nenni ekki, sorry. Vertu bara á Spáni. Já, þú ert ekki tilbúin í harki sko. Nei, bara en hins vegar er talað Arsenal sé að undirbúa með tilboði Julian Alvarez hjá Atletico. Já, en sko hann er til í að fara en draumur hans er að fara til Barcelona. Já. En við erum samt sem að tala það að þetta er drengur sem er stórkostlur í fótbolta en Atletico Madrid er bara með samning við hann og vill að hann virði það. Þetta er erfitt. Það er erfitt. Heyrðu, það hefur verið manga veltur með Jan Diomande og það allt saman. Talað að Leipzig hefur búið að samþykja tilboð frá Real Madrid upp á 100 milljónir punda en svo kom smá babb í bátinn. Það varu launin sem Diomande fór fram á. Real Madrid voru ekki alveg game í það. Það voru einhver svífirilegar og held ég að hann er 19 ára gamall. Hvernig þetta er að huga að koma með einhvern sko sky high launapakka? Nú þegar allir rópa nafni, þá heldur þú að þú sett algjörlega þess veriði. Já, heldur það. Já. En nú er býða á sjá, en allan að Leipzig er búin að samþekja 100 milljónir punda tilbúið frá Real í hann, en svo spurning hvað gerist. Nú svo sagt, hann endar í að Tottenham kannski. Ég held að þið myndi ekki nenn að hafa hann. Di Serbi myndi ekki nenn honum, held ég. Nei. Heyrðu, svo kom fram í vikunni að Juventus er að skoða möguleika ná að fá Bruno Fernandes fyrirliða Manchester United og hafa vist rætt við umboðsmannas Bruno og
það er spurning með það. En svo náttúrulega þegar við tala Tottenham að Inter Milan hafa staðfest að hafa hafið viðræður við Tottenham Christian Romero fyrirlega Tottenham. Þannig að já, en maður spurning hvað gerist með það. Já. En svo líka hafa verið senstu daga með samvændi við Real Madrid og kaup á Rodri frá City. Akkurat. Og það er sagt frá því að Real Madrid þeir eru bjartsýnir á að fá þennan spænska miðjumann, hann Rodri, sem er vísu 30, hann á 1 ár eftir að samningi sinn við Manchester City og hafði talað 34 til 43 milljónir punda. Ok. Og það er bara klink í vasanum hjá Real Madrid. Já. Svo líka spurningu, meina með City, hann er daldið mikilvægur. Já, og bara, veist, þetta er svo mikið klink það halvöru nú, hann getur spilað á þessu leveli. City þarf ekkert heldur á þessu peningum að halda. Og en þá skulum bara færa okkur yfir í það að Danny Welbeck og Jordan Henderson þeir eru að gangi raðir Chelsea. Alonso vill spæta við sig reynslu miklu mönnum í hópin og hópur Chelsea, við vitum það, hann er búin að vera einn yngsti leikmannahópurinn en Jordan Henderson og Danny Welbeck segðu mér, komdu með eitthvað, please. Þetta er augljósmál að það er ný stefna í gangi og maður skilur það vel Trausti, því að við erum að tala eins og þú sagðir, ungur hópur hjá Chelsea og það sem að Xabi Alonso sér bara strax, það vantar yfirvegun, það vantar leiðtoga. Þetta eru 2 drengir sem eru svo sannarlega með mikla reynslu. Jordan Henderson er alveg á sama hvaða leveli, hann er knattspyrnulega séð, hann er alltaf að færa Chelsea gríðarlega reynslu, yfirvegun og ró og hann mun spila mínútur þarna, er alveg samfærum það, en það sem hann mun færa liðinu er allt sem að Chelsea þarf. Og náttúrulega eins og bara kannski pínu er líka þekkt, hann er góður í klefun. Já, það er nákvæmlega málið. Það sé dálítið sem að Alonso sé að leitast eftir. Ég bara algjörlega þess verði og hann er alltaf búin að slíta samningi sínum við Brentford, þannig að þetta er að fara að gerast. Já, þetta er að fara að gerast. Já. Þetta er raun og ótrúlegt. Það kom við vangaveltur til dæmis eins og ég á Ríó Ferdinand, hann vildi fá Welbecka því hann væri náttúrulega uppalinn United maður og allar þær vangaveltur komu upp sko en hann fengi örugglega ekki mikið að spila þar. Nei. Hann er búin að sína það, hann getur þetta ennþá. Já, þetta er áhugavert. Þetta er gríðarlega áhugavert og bara, það eru 9 kaflar hugsalega í gangi hjá Chelsea. Heldur betur og þessi stefna þetta er kúvending. Þetta er kúvending. Já. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Já. Þetta er kúvending. Hörðu, það er komin alveg nýtt hérna að það er Talksport sem er að segja frá því að Al Hilal í Saudi Arabíu gæti gert tilboði Jack Grealish, leikmann Manchester City. Það er náttúrulega að vita að Grealish voru ekki með í æfingaferð til Hong Kong og Seúlinn, náttúrulega meiðslin voru við skefin upp sem ástæða en það er þá talið ólíklegt að hann verið hluti af áætlun hjá honum Maresca. En ég hélt í alveg tala að Grealish mundi fara til Everton en það er sagt frá því að Everton ákveðu að nýta ekki 50 milljóna punda kaupréttin á Grealish sem að mér finnst bæða veg skrítið meða við hvað Grealish var stór partur af Everton-leiðinni í fyrra. Ég algjörlega sammálaður og vistulega er þannig, meiðslin höfðu alveg óbærslega áhrif á hans veru þarna í raun og veru og já. En það er jú þannig, þetta er drengur sem að er búin að sýna sig hjá City mjög lengi og svo einhvern veginn fór svona ferillinn að dala þar og hann enda náttúrulega bara á því að spila lítið sem ekkert og svo fer hann til Everton, fer að stað og gera óbærslega vel
svo náttúrulega verðum fyrir þessum meiðslum og núna gefur City það út að hann sé ekki að fara með út af meiðslunum en það er kjaftaði, þú veist það jafnvel og ég, það er kjaftaði, það er ekki möguleiki að hérna hann verið skilin eftir út af því, ekki möguleiki. Nei, þetta er samt svona vending, eins og ég bara segi, ég held í alveg tala, kannski innfeldi minni að Everton myndi stökkvaðan og með við hvað verið að selja leikminn í dag, eins og við bara fórum yfir með Rodri, 50 milljónir punda, hvað ætlar Everton að kaupa fyrir 50 milljónir punda? Já, nákvæmlega, þetta er verulega góð spurning, er að fá hérna samangeða leikmann? Nei, og mann sem stjórnar liðinu svona? Nei. Þannig að mér finnst það skrítið, þetta finnst mér skrítið. Já. En slúðrið ítalska félagið Inter getur gert aðra tilraun til að fá enska miðjumennin Curtis Jones frá Liverpool og Inter að fá miðverðin John Stones 32 á frjálsri sölu sem að bæði til dæmis Arsenal var nú að spá í honum. En þetta geti að þurft að tala Curtis Jones. Já. Sástu hann eftir leikinn í gær? Nei, reyndar ég sá hann ekki eftir leikinn. Hann var verulega óhress og maður sá það og hann var að bara í hrókasamræði við Szoboszlai og fleiri leikmenn eftir leik og potandi áttina hinn og þessu og var greinilega bara verulega óhress og maður skilur það, maður fer að horfa til bara ferilshans hjá Liverpool bara undanfarandi 2 tímabil þá þetta opasta lítið sem að fara að spila og við vitum alveg hvernig það var hjá honum á Slott, þeir greinilega náðu ekki saman og svo virðist að vera núna að þetta er spurning hvernig allar að tækla hann en ég á því að þetta er drengur sem að skilja að spila meira. Það er þannig og raun og veru kannski það svona núna hlutverk í Riola raun og veru bara að sannfæranum að bara að vera áfram að fái starra hlutverk og svona kannski útskera hlutverki að hans betur fyrir honum. Algjörlega. Ég vona allavega að hann Liverpool vegna að hann verði áfram sko. Já. En við erum náttúrulega bara henni einhverju dútar í einhverju stúdíu sko. Jú. En eins og ég sagði þá er Inter líka, þeir að fá John Stones og þetta allt raun og veru að því var að fara yfir Cristiano Romero áðan frá Tottenham. Já. Þetta allt getur raun og veru eyðilagt vonir Romero að ganga í raðir ítalska félagsins frá Tottenham. Ef þetta allt saman Curtis Jones og það gangi eftir sko. Já. Ég allan persónulega vill ég halda hann hjá Tottenham en svo það bara líka þannig ef hann vill ekki vera, þá veistu hvað Serbi segir. Nákvæmlega, Serbi, hann ræður. Já. Herðu, Brentford nálægt til að tryggja sér miðjumannin Mamadou Sangare, þið 24 leikmaður frá Lens og hann á víst að fylla skarð Jordan Henderson. Ok. Já. Ég segi ok við því líka og svo 26 milljóna punda tilboð Aston Villa í brasilíska framherja sem heitir Allan 22 það var hafnað af Palmeiras þannig að 26 milljóna punda dugði ekki til í það en Hull City í viðræðum við Aston Villa kaup á jamíska kantmannunum Leon Bailey Okay. Sem 28 ára Húlu ætlar að fá hann nú Fulham færist nærði að fá 2 Spánverja að fá Real Madrid við erum að tala sóknarmiðjumannin César Palacios sem 21 árs og sóknarmannin Gonzalo Garcia sem 22 og við veitum að Alvaro Arbeloa stjóri Fulham þekkir náttúrulega vel til því að hann var með þessa drengi á síðasta tímabili og þekkir við til þar á og sér greinlega hag í því að reyna að fá til Fulham. Mér finnst þetta pínu áhugavert. Já. Hann trúlega veit hvað hann að fá svo hann að spunni hvernig muni svo gangi en skúrasteldin, það vissu allt annar handleikur. Kemur ljós. Kemur ljós. Herðu, belgíska félagið Royal Union St. Gillios hefur hafnað 20 milljóna punda tilboð Nottingham Forest í ísraelska landsliðsmannin Anan Kalaili. Okay. Sko,
21 árs sem getur spilað sem bæði vangbakvörður og hægri kantmaður. Það er sem ekkit sagt meira hvort að Nottingham Forest ætla ekki að hjóla meir í þetta eða ekki. Nei. En hins vegar talandi Nottingham Forest þá vinna þeir í því að fá portugalska miðjumannin Gustavo Sá sem 21 árs frá Famalicão. Félagi mun svo væntanlega lána hann til systra félagsins Olympiakos í Grikklandi. Þetta svona einhverju fléttuapparat. Já. Nú Manchester United opið fyrir því að selja tékkneska markverðin Radal Vítek sem 22 ára og enska varnarmanninn Harry Amas sem 19 ára og þá geti miðjumennir Toby Collier sem 22 ára og Dan Gore 21 árs einnig fært sig set. Þannig að það svona verið að hræra kannski eitthvað í unga hópnum hjá Manchester United. Aðeins, það eru smá hrókeringar en hérna þeir hafa nú staðið sér ágætlega í glugganum. Já, þeir eru að með betur heldur en sumir. Já, það er þannig. En, já, nefnum ekki nöfn. Heyrðu, Crystal Palace er ekki að ná að kaupa franska varnarmannin Matsima frá Augsburg og þeir eru vist farnir að skoða einhverja aðra möguleika en það. Þeir þurfa aðeins að laga eða ætla að gera eitthvað. Og svo Ipswich Town vill frá enska varnarmannin Henry Lovrenz sem misspilaði fyrir Chelsea. Hann er nú hjá Standard League. Þannig að Ipswich er eitthvað að horfa í það. Nú þetta er slúðri sem að ég er alltaf komið með. Það er svona sagt núna samt mjög nýlegt að John Stones er kominn til Milano og er búinn að standa læknisskoðun. Já, ég held að það sé bara fínt hjá honum að skella sig þangað. Já, og við vitum alveg hvað leikmenn hafa raunum verið að brillara á Ítalíu. Já. Þannig ég bara skil ekki. Ég sagði það örugglega síðasta þætti og ég ætla að segja líka hérna. Ég skil ekki á hverju engin félag í ensku úrvalsdeildinni stökk ekki til þess og semja við John Stones. Þetta er áhugavert og hérna, menn meta það að hann sé bara búinn. Já, veist það stíði. Já, ég held að sé ekki rétt. Ég er sammálaður. Herðu, annað staðfest, það er franskur varnarmaður sem heitir Maxence Lacroix genginn að ræða Chelsea frá Crystal Palace. Já. Kaupverðið er 52 milljónir punda og skrifar hann undir 6 ára samning við félagið. Ha! Já. 26 ára franskur hafsend. Nýlokki heimsmeistaramót og hérna hefur verið svo vitt leikirmaður í liði Palace undan verið 2 ár. Og það náttúrulega, þetta er sumsé, þriðji leikmaður sem að Xabi Alonso sækir. Já. Hann er búin að fá Morgan Rodgers og Marco Palestra. Þannig að hérna svo náttúrulega sem við tölum áðan, Jordan Henderson og Danny Welbeck. Þannig að sko Chelsea er raunveru að þeir eru á fullu. Þeir eru á fullu og eru ekki hættir. Nei, ég held að sé ekki hættir. Nei. Ég held að það sé bara alveg þannig. Já, við höfum að fara yfir það hérna, hvernig við metum gluggana hjá liðunum líka. Það verður áhugavert að skoða það. Já, það verður áhugavert og þeir fyrir að spá speglur í því öllu saman. Já. Og eins og ég sagði í byrjun þáttarins þegar við förum svo að rafa hverju svona við gískum hvert lið lendir í deildinni sko. Já. Ég einu sem ég nokkuð vissum, ekki 100% hverju verið englandsmeistarar, restin hjá mér er mjög óljós. Ég held að okkar spá verður mjög ólík í ár. Já, ég held það. Já. Bara eins og í fyrra, hún var ekkert mjög lík. Já. Ég verður með óvænt ég verður með óvænt í botbaráttu. Ok, tóttina. Nei, ég er búin að segja það margsinni, við erum að tala um meistaröldið baráttu þar. Þeir verða meistaröldið sæti. Þannig er þetta bara. Sætið við þetta trösti. Já, mér list ágætlega að í Serbíu og allt það sko, hann er að gera flott hluti, en sem við vitum
hann er bara 2 tímabila maður. Kemur í ljós. Kemur í dús. Kristján heldur að Di Serbi verður 9 kaflar, Di Serbi verður í 4 ár hjá Tottenham, verður hann ógeðslega pirraður hérna, nei. Herru Kristján minn, ert þú með eitthvað meira? Nei, ég er búinn. Þú klárar allt sem ég var með líka. Ok, það er flott. Ég held bara við séum búin að tæma okkar mælandaskrá í dag. Við svona fórum yfir það helsta, auðvitað kannski eitthvað aðeins gleymst, en þá reynum við bara að muna að púnta hjá okkur og taka það næst. Nákvæmlega. Það er mikið að gerast og það eru sveiflur. Dýrðin er að fara að byrja aftur, þannig er það. Dýrðin er að fara að byrja aftur. Og svo allt í einu getur bara eitthvað dottið inn allt í einu. Já. En við strákarnir við komum aftur fljótlega, ég ætla ekki alveg að hafa dagsinninguna nákvæmlega, en hún verður fljótlega. Já. Við strákarnir þökkum kærlega fyrir okkur. Kristján, takk fyrir að vera hérna og takktu við Kristján. Það er komið að þið kæru vinir, endilega fylgja okkur, ítið á subscribe-takkan og deilið þættinum eins og vindurinn. Svo mörgur þau orð við strákarnir þökkum kærlega fyrir okkur að sinni. Þangað til næst, hafa það frábært, gleðilega vestlumhelgi. Verið sæl. Verið sæl. Balta Hausa Podcast Football